Og áfram höldum við með föstudagsþáttinn á N4. Það komið að lokum hjá okkur en síðasti viðmælandinn sestur hjá mér. Það hún Ingunn Huld Sævarsdóttir, tónlistarkona. Það ekki bara? Jú. Velkomin. Takk kærlega. Og takk fyrir að koma í þáttinn og taka fyrir okkur lokalagið sem við fáum að heyra hérna eftir. Og til hamingju með nýju plötuna. Takk fyrir það. Sem heitir hvað? Hún heitir Cycles and Tides. Já. Hringir og hvað? Og haföldur, hafstraumar, já, eitthvað svona. Já. Þú virkir ekki bara á ensku eða hvað? Nei, ég gaf út plötu áður sem öll á íslensku. En svo var einhver lög sem komist ekki fyrir henni. Þá kitlaði mig að semja eitthvað á ensku. Þannig að þetta svona... Og hvort það hafa bara allt á ensku þessar plötu? Já. Og þetta ekki sem sagt heil breiðskífa eins og það heitir heldur? Nei, þetta svona EP-plata. Svona í lengri kantinum. Stuttplata? Hvað eitthvað íslenskt orðið þetta? Já, stuttskífa, smáskífa, eitthvað slags. En samt alveg 6 lög? Já. Og aðeins að forvitnast þig, hvaðan ert þú og hvaða tónlistar hvenær kviknaði hann og svona? Sko ég alin upp í kórum og skóla, hljómsveit og svona í Mosfellsbæ. Síðan var ég í FIH í jazzsving, þannig að þar fór ég svona kannski mest að semja lög og svoleiðis. Var það eðlilegt framhald að bara söngnámið að fara að semja? Já, kannski bara svona, í söngnáminni þá einhvern veginn. Ég hafði kannski verið að semja mest svona ljóð og eitthvað bara frá því að ég var unglingur, svona eins og fólk gerir. Ég man eftir því. Já, og svo fór ég að semja lög við. Og hvernig gerist þetta? Þetta eitthvað sem hellist bara yfir þig eða þarftu að setjast niður og setja þig í stellingar eða hvað? Sko oftast var ég bara að semja svona eftir svona þegar mér datt ykkur svona laglína og textabútur í hug. Og var með svona fullt af svona upptökum á diktafóni eða símanum eftir hvernig tæknin Og en síðan fór ég í Listaháskólann og var þar í svona smá textakúrsi og svoleiðis og lagasmíðakúrsum. Og þá var svona svolítið hollt að þurfa bara að setjast niður, nú ætla ég að semja. Þú átt að skila texta hérna bara eða eitthvað? Já, eins og tónlistarfólk líka þarf að gera, vera agaður, þú veist, þetta ekki bara þegar maður í feeling eða eitthvað, þú veist, maður þarf líka setjast og setja sig í gírinn. Já, skila ykkur af sér. Já. Þannig að þarna varstu komin með 6 lög sem þú ákvaðst bara svippa yfir á plötu? Já, ég gaf út eitt þeirra aðeins fyrir 2017 sem svona single eða smáskífu. Ég rugla alltaf saman smáskífu, stuttskífu, eitthvað, Og síðan, og það fékk að vera með á þessari plötu. Það er lagið Splendid. Þú ætlar að flytja fyrir okkur lag í lok þáttarins sem heitir hvað? Það heitir A Bathroom Gained. Þetta svolítið áhugavert. Getur útskýrt á þess? Já, þetta svona lag sem svona samið bara beggja blands af þegar andinn kemur yfir mann og líka bara að setja sig í stellingar. Að vinur pappa, skoskur vinur pappa, hann Douglas, hann sagði við pappa þegar við systir mín vorum báðar að flytja heima á sama tíma, svona óvænt. Þá sagði hann eitthvað, you know what they say, með skoskum hreim, a daughter gone is a bathroom gained. Þannig að lagið svona út frá því. Þetta sami svona, ég reyndi svona að setja mig í hlutverk foreldris sem að endurheimta baðherbergið eftir að dæturnar eru farin. Já, og það svona tregi, börnin eru farin og svona, þetta á að vera frábært en ég bara sakna, eitthvað svona þannig. Ég skil, svona smá trega ljóð hérna. Smá tregi en samt svona, þakklæti fyrir. Viltu reyna skoskarheiminn eða? Nei. Við lefum bara áhorfendum að spreyta sig heim. Já. En við ætlum að fá að heyra þetta lag af þessari nýju plötu og bara til hamingju með nýju plötuna. Takk kærlega fyrir. Og takk fyrir að koma í þáttinn, Ingunn Huld Sævarsdóttir, og gangið svakalega vel í tónlistinni og öllu. Takk fyrir það. Og þannig ætlum við að enda þennan föstudagsþátt. Ingunn Huld Sævarsdóttir syngur og spilar frumsamið lag, A Bathroom Gained. Takk fyrir að horfa, sjáumst aftur á viku liðinni og verið sæl og blessuð.